tilefni má geta þess að iðnaðarmenn mættu í Þverá í Skíðadal í gær til að koma í veg fyrir að dagur endi á milli tannanna hjá næstu þorrablótsnefndum vegna tafa á framkvæmdum við eldhús. Sveitahótelið á Húsabakka starfaði með myndarbrag á árinu, enda margir rekstraraðilar sem að koma að því verkefni þá 3 mánuði sem hótelið var opið. Vel heppnuð sala á Húsabakka var bæjaryfirvöldum hvatning að halda áfram á sömu braut. Sett var í gang söluferli á Sundskála Svartdæla og var ekki annað sýnt en að gott verð gæti fengist fyrir hann. Í kjölfarið spruttu fleiri góðar viðskiptahugmyndir enda dalurinn ríkur af menningarverðmætum sem vel má selja fyrir góðan pening. Má það nefna 3 nýstandsettar kirkjur í ágætu ásigkomulagi sem bjóða upp á fjölbreytilega nýtingarmöguleika á sviði ferðaþjónustu. Lítilnota félagsheimili og íþróttahús, splunkur í fjárrétt ásamt kaffiskúr og margt fleira hér í boði sem áhugasömmum matarmönnum fjárrað gæti þótt veigur í að koma höndum yfir. Íbúar dalsins virtust ekki alveg átta sig á þeim fjölþættum möguleikum sem opnuðust með sölu Sundskálans, voru þeir með kjaft og leiðindi svo fallið var frá sölunni í bili í það minnsta. Sundskálinn átti hins vegar fyrir sitt leyti dálitla endurkomu í sumar þegar ákveðið var að hleypa loks vatni í laugina. Fjölmennt starfslið á vegum bæjarins var haft á staðnum í nokkra mánuði og vann mikið og gott starf við að passa upp á að fastagestirnir 5 sem öndu þangað komu sínar í morgunsárið kæmust óskattaðir og ódruknaðir frá morgunsumri. Fleiri frábæra viðskiptahugmyndir komust í hámæli á árinu. Mikill fögnuður braust út þegar fréttist að búið væri að úthluta tilraunaleyfi fyrir gullgreftri á nokkrum vildarjörðum í botni Skíðadals og Svarfaðardals. Komið hefur á daginn að tiltölulega lítið mál að vinna gull á þessu svæði. Fyrst allur jarðvegur skafinn ofan af berggrunninum á viðkomandi jörð. Fínast bergi malað og útvatnað í þar til gerðum blásýrutjörnum og þá bókstaflega streymir hreint gullið úr berginu. Gullið sjálft sem við þetta verður til mun eflaust skila gríðarlegum hagnaði til leyfishafa og þá ónefnd tækifærin á sviði ferðaþjónustu og hvers kyns nýsköpunar sem spegilsléttar blásýrutjarnir og sindrandi brennisteinslækir í botni Skíðadals gætu haft upp á að bjóða. Við árlega sveitaball á Hörðanum fór fram venju samkvæmtum sláttuleiti til hrellingar fyrir alla betri bændur í framdal. Þar stóðu drottningar spillingarinnar þær Kristjana Lóa og Eydís Ósk fyrir almennri drykkju og handlegu taumleysi að náðu stórskemmdum á eigum bænda þegar mest gekk á. Einhver lágu heilúlur hólsbónda sérlega veður í höfði til ýmis af vafasamra athafna skrímsins. Gat karlningi ekki vikið frá sjónauka sínum alla nóttina og mátti hvað eftir annað hringja í dyraverði og nætur drottningarnar sjálfar til að reyna að afstýra eyðileggingu verðmæta og öðrum ótímabærum stórslysum við rúmum.
Fellshorni, var kjörinn íþróttamaður Dalvíkurbyggðar og með sig 2017 og kemur víst engum á óvart. Svavar vann það frækilega afrek ásamt Hrissunni Heklu að ná bronsi í 100 metra skeiði á heimsmeistaramóti íslenska hestsins í Hollandi síðastliðið sumar. Svavar og Hekla hafa þróað saman afar sérkennilegar og einstakar reynslu sem einkennist af því að hesturinn steypir sér kollvísinn með kapan á miðjum sprettinum áður en hann skeiðar í mark. Þykir reynslu Svavars einkar djarfur og tilkomumikil og óskandi að bæði gámamenn og sem flestir hestamenn tileiki sér þetta reiðlag í framtíðinni. Sumir ganga svo langt að tala nýja íþróttagrein á sviði hestaíþrótta og kalla skeið dýfingar. Verður spennandi að fylgjast með hópreiðum hestamannafélagsins Hrings á næstu árum þegar samræmdar skeiðdýfingar verða fastur liður á hverju móti. Hjónin á Steindyrum slógu öll fyrri persónuleg met í partístandi og hávörpum lífsins misti sem dag á árinu. Má segja að sumarið og haustið hafi runnið saman í eina allsherja sælukennda útihátíð þar á bæ. Á 50-afmæli Hjálmars dugði ekki minna en 60 manna blandaður kór og Reykjavík til að leiða sönginn. Kór gámamannafélagsins náðu sér til vikið aldrei almennilega á strik. Teygjarbandið var aftur á móti allt heldur meira á lofti og mun hressara en það að vanda til með kórgerðna reytísku á dansgólfinu og spilaði af fádæma þrótti og snerpu fram undir morgun. Hörðustu partíljónir létu fyrirberast í hjólhýsinu í kringum bæinn fram eftir sumri til að missa ekki af hátíðinni Hall og Steindir Vestmannahelgina. Og þegar svo hátíð var búin var orðið svo stutt í gánahelgina sem reyndar stendur í heilan mánuð á Steindyrum að það tók því ekki að fara. Sjálf létu þau Hjálmar og Gunnhildur þó lítið sjá sig heima við á milli partíþarna, heldur þvældust heiminn og lifðu hátt á hótelherbergjum suður við Miðjarðarhaf þar sem sjórinn heitur og vínið kostar ekki neitt. Engin kvikmynd var gerð í Svarfaðardal á árinu. Glöggir menn hafa hins vegar veitt því athygli að stórleikarinn Baldur Þórarinsson hefur skipt hárgreiðslu og hafa komið fram kenningar að hann sé leynilega að undirbúa næsta hlutverk. Sjálfur lætur hann ekkert hafa eftir sér en einhverjir þykja sjá svip með honum og frelsaranum. Og þetta fyrir sér hvort það sé hans næsta hlutverk eða þá að hann sé hreinlega frelsaður. Göngur og réttir fóru fram með nokkuð hefðbundnu sniði þetta haustið. Það bil helmingur fjár í dalnum skilaði sér til réttar með gamla aðferðinni, en hinn helmingurinn beið þess að fá persónulega þjónustu. Persónuleg þjónusta felst í því að fá óvígan her manna og hunda til að elta sig hlaupandi, ríðandi á fjórhjólum og vélsleðum með miklu öskri, handapati og formælingum í gegnum 10 girðingar ofan í 10 bjúgur og yfir 10 ár. Þar til þú að lokum liggur blóðsprungin og steindauður í einhverju stundi. En þá líka tiltölulega einfalt að skutla sér á það. Jón Þórarinsson hefur staðið fyrir aðförum af þessu tagi hverja helgi frá því í september.
Þetta árvissa stríðsástand með tilheyrandi geðrofi og persónuleikabreytingu hefur eins og nærri má geta reynt allverulega á taugar fjölskyldunar. Nýir og óharðnaðir tengdasynir eru miskunnarlaust látnir hlaupa úr sér lýgur og lungur á eftir sturluðum fjallafárum og hefur þetta ástand reynt svo á taugar fjölskyldunar að við svo búið verður ekki unað öllu lengur. Hefur dóttirinn Brynhildur nú verið innrituð í sálfræðinám til að freista þess að greina vandann og freista þess að vinda ofan af gamla manninn. Óhætt að segja að fræðiheimurinn bíður spenntur eftir að sjá hverju Binna fær áorkað, enda hér á ferðinni eitthvert flóknasta tilfelli fjallskýra streitur röskunar sem sést hefur í seinni tíð. Nefndur Jón Þórarinsson var fyrir afar sérstakri reynslu síðastliðið haust þegar hann hugðist kaupa sér hreilhvítan kynbótahúð austan úr Þistilfirði. Sveit sérlega ábyrgra manna fór austur til að sækja gripinn sem hingað kominn reyndist ekki jafn hreilhvítur og samið hafði verið við seljanda. Héldu sinn árlega dansleik á sólpallinum á Húsvelli að loknum göngum, þar sem teigabandið var í áberandi minnastuði en á Steinfelli. Venju samkvæmt barst leikurinn síðan í hlykkjum niður dalinn og endaði í hinni árlegu kjötsúpu á Skjaldarvík. Þar kom upp undarlegt mál sem kallað hefur verið stóra skómálið meðal manna. Í stuttu máli virðist enginn teigarmanna hafa fundið skóna sína þegar þeir hugðust yfirgefa samkvæmið og fóru menn ýmist í vitlausum skóm eða á sokkaleistum. Einhverjir fóru í sitt hvorum skónum, jafnvel með barnanúmer á öðrum fæti og inniskó á hinn. Og sáust þeir kíka þessu skótaugi í tungurétt. Hefur enn ekki tekist að leysa úr þessu undarlega máli þannig að allir skór hafi skilað sér til réttra eigenda og því beint til viðkomandi blótsgesta að gera nú eitthvað í því. Við lásum ekki úr þessu,
Sá hörmulegi atburður átti sér stað við vegamótin hjá Árgerði í haust að Stefán Jómundsson var á leið til Dalvíkur, ákvað að fara ekki til Dalvíkur heldur bakka heim. Þetta skyndilega hughvarf Stefáns hafði ýmsar afleiðingar í för með sér sem Stefán hafði ekki tekið með í myndina þegar ákvörðunin var tekin. Ýmsar forsendur voru aðrar en Stefán reiknaði með og þær helstar að þar sem hann beið rólegur í bíl sínum við gatnamótin og hugleiddi hvort hann væri að koma eða að fara, höfðu fleiri bílar safnast fyrir aftan hann og biðu þess sömuleiðis rólegir að Stefán tæki umrædda ákvörðun. Þegar hann hafði að lokum gert upp hug sinn og ákveðið að setja Hilux í bakki, gafst næsta bíl fyrir aftan sem var glænýr, sem Silla á Ingvörum hafði þegið í morgungjöf frá manni sínum skömmu áður. Ekki færi á að víkja sér undan þar sem fleiri bílar biðu aftan við hann. Afleiðingin var sú að morgungjöfin var öll meira eða minna í molum en Hiluxinn á Hrafnstöðum var jafn góður eftir sem betur fer. Þau Kalli og Begga í Brekku keyptu sér sérlega velgerðan hund fyrir nokkru síðan sem að margra mati eitthvert mesta hundsefni sem sést hefur í Svarðardal langan aldur. Hundurinn var hreinræktaður af gerðinni Border Collie. Óvenju stórræktaður og gæddur öllum þeim bestu eiginleikum sem slíkir kjörgripir geta haft til að bera. Hjúin í Brekku létu fyrir sitt leyti ekkert til sparað svo hundurinn ættstóri fengi sem best og ríkmannlegast uppeldi og atvæti. Var hann sendur á hin og þessi hundahlýðni námskeið og hundakrossfit búðir og útskrifaðist þar hvarvetna með topp einkum. Var öllum hundaþjálfurum saman að annað eins efni hefði aldrei komið fyrir þeirra sjónir. Þrátt fyrir þetta var allt annað upp á teningnum þegar heim í Brekku var komið. Það var alveg sama hvað Kalli og Begga töluðu við hann og ætluðust til af honum, hann hlýddi engu. Ef þau vildu að hann settist, rauk hann út og spangólaði. Ef þau vildu að hann ræki fé úr túninu, hljóp hann ýlgrandinn í fataskáp og haldi sig þar. Fór þetta háttalag hundsins svo í taugarnar á Kalla og Beggu að einn góðan veðurdag fengu þau nóg og skutu kvikið. Og hver lærdómurinn af þessari sögu? Jú, það fer yfirleitt ekki vel ef hundurinn betur gefinn en húsbændurinn. Það ekki nóg að hundurinn læri öll triksin á hundahlýðni námskeiðinu ef húsbændurnir skilja það ekki sjálf. Góðir sveitungar, ótalmargt fleira skemmtilegt og fréttnæmt dreif á daga Svardalinga á síðasta ári sem ekki verða gerð skil í þessum annar. Á heildina litið má með sanni segja að árið hafi verið bæði gott og gjöfult og að almenn hamingja hafi ríkt með mönnum og skepnum. Að svo mættu slægi botninn í þennan annar og segi skál!